Og hvernig bjór? Thule. Að sjálfsögðu. Það besti bjórinn. Það sko ekki bara besti bjórinn, það lang besti bjórinn. Ég er svo spenntur sko af því að þetta er seinasta podcast fyrir útilegu. Ég er svo spenntur einhvern veginn þegar maður er búinn að tjalda, komið til fyrir, vonandi er gott veður. Já. Siti í geggjuðum tjaldstól frá Víkuverk, opna mér einn. Og sofa í geggjuðu tjaldri frá Víkuverki. En nú er ég bara að ímynda mér eitthvað sem ég hef aldrei prófað. Ég veit ekkert hvernig tilfinningin er. Krakkarnir er orðin sko mega peppa. Ertu búin að segja Elmari og Birtu frá þessu það? Nei, ekki þannig sko. Ég ætla þess að láta að liggja með til hluta. Mín börn eru sko að deyja. Bara hlakka svo til að fara í tjaldið og og grilla. Pabbi getur við grillað. Auðvitað getur við grillað. Hvað vil ég grilla? Það var bara eitthvað basic. En ég var að hugsa að því við erum með líka grill frá vinum okkar hjá Weber. Grill er bara hitari, bara eins og hella eða eitthvað. Gæti maður ekki bara sett pönnukökupönnu á grill og bara búið til pönnukökur eða bara hvað sem er, bara steikt eitthvað og... Gæti líka bara búið til bál og pönnukökað pönnuna á báli, eða ekki? Jó, en ég bara hugsa að því við erum með þetta grill sko. Það eru margir sem alltaf sjóða kjúkling á grilli og svona. Eða, ekki margir, en fólk gerir það. Er það að meina að þú setur bara pott á grillið, nærðið upp suðu og síður? Já, einmitt. Ég held maður getur nota grill miklu meira en maður heldur. Náttúrulega að passa með þessar pönnukökupönnur að það er náttúrulega plast halda því, en þá er maður bara rétt að heita taka... Ég er peppaður fyrir þessu sko. Það sem ég kannski minnst peppaður fyrir er sko hvað þetta er ógeðslega mikið að dóti. Ég bara næ ekki utan púsluspilið að púsla inn í bíl nú þarf að vanda sig sko. Nú þarf að vanda sig. Og líka alltaf að þrífa bílinn ánum leggjum í hann. Ég var einmitt að hugsa, ætti maður að gera það eða ekki? Auðvitað ekki. Það verður eins og drulla. Já, en bara svo mikið skítuðu núna. Það er svo leitt að fara að stað með drullu bíl sko. Kannski svona smáþrífan, taka þú veist það sem getur tekið með hönd en kannski ekki ryksugan. Já. Eða reyndar bílið þinn er reyndar ekki í góða standi. Nei, hann er mjög skítuður sko. Já, mjög. Og verður að fljótt sko. Ertu duglegur að ryksuga bílið? Nei. Fer aldrei að bensínstöð og ryksuga hann? Nei, voða sjaldan sko. Maður var mikið af þessu sem krakki. Stoppengstar en þú ert á ferðalagi og sömurinn og svona. Ertu að ryksuga bílið einhvern veginn? Nei, ég held sér bara aðalega að taka drasl sko. Ég er reyndar það er mikið af svona nóanamipókum viðsvegar í bílnum. Já, þú ert bílanamikall. Ég er bílanamikall sko. Þannig að ég er búin að vera með eitt sett bita hérna milli sæta. Ég er að skópla þess í mig þannig að ég tek það til, skilur. Já. Svona stóra drasli, en ekki kannski keksmulning, skilur. Ég læt það svona hanga svolítið lengi. Maður ætti kannski að fara að vinna meira með að taka það sko. Ég keypti náttúrulega fucking ryksugu einu sinni, svona alvöru bílaryksugu. Og hvað var þið manna? Hún er bara í geymslunni sko. Nú, en okkur ekki í bílnum? Hún er alltaf stór til að vera í bílnum. Já, orðið að meina sem hún ryksuga bara bílið með. Þetta er bara sem að geymur út í bílskúr. Já, þú getur ryksuga teppi og svona líka inni hjá þér sko. Nei, þið vala keypt einhvern mann sko að langaði að kaupa bílaryksugu sem hún geymir í bílnum. Þannig að hún er alltaf með ryksugu í bílnum. Svo hleður hana bara í sígarettukörnum. En er hún öfluga? Nei, ég hugsaði að vala þetta er eitthvað temudrasl sko. Þetta er eitthvað ryksuga sem virkar 3 ár og svo bara game over sko. Já, þetta er ekki Dyson frá Ormsson ryksuga sem að einhvern veginn þú bara sígur allt sem hún finnur sko. Já, því að vesin er sko, ef hún er ekki alltaf í bílnum, þá þarf maður eitthvað svona ná í hana, fara út í bílinn, eitthvað ryksuga. Já, þá er þetta orðið svona þrifdagar, skilur, það er gott fyrir úti að þrífa bílinn. Það er náttúrulega margir sem gera það, svona sérstaklega svona fólk í útkverfum sem á einbýlishús eða með bílskúr við hliðina á. Þá sérðu kallan að vera alveg að shæna bíla. Já, sumir fá þetta á heilan sko. Ég bara, það er svo, bílar með börnum vera svo ógeðslega skítuðir hratt sko. Já. Sérstaklega að leiða börnunum að borða í bílnum. Ertu að leiða krökkunum að borða í bílnum? Það verður eftir hvað það er sko. Hvað væri þá bannað? Hvað bara, nei, var ekki bannað? Það er svo sem ekkert bannað en við erum ekki samt gjörn á því að vera eitthvað að dæla í það mikið að mat í bíl. En þú veist, keks væri ekki sniðut. Það mylst mjög hratt. En þú veist, snúðar, skilur gifla snúðar, það myndi alveg meika sens. En eitthvað svona jógurt og... Nei. Já, nei, ekki sko fljótandi svona... Þetta ekki að leifa það? Nei. Ég er nefnilega leifit allt sko. Ég er með bara í handskólinu bara einnota tréskeiðar.
Já, þú ert að búa til veginn hann sko. Já, samt eiginlega ekki sko, þegar börnin mín eru svo fyndin með mat sko, þau eru svo picky og þau vilja oft bara alltaf það sama og maður er að keyra og bara, veist, skapi í elsta barninu mínu verður bara, hann verður bara tjúllaður en hann svangur. Já, en okkur þarf þá að gera jógurt? Nei, bara, það er ekki, hann elskar líka bara svona grjónagraut og eitthvað drasl sko. Kaldan? Já. Þannig að þú veist, það er, þú veist, þetta er til á flestum stöðum, þá hendur maður þessu í þau, leiðum að borða þetta. Þannig að ég verður voða slagur með bílinn og að borða og svona. Þetta er svona bílamönns, finnst mér ekki að vera mikið svona eitthvað jógurt. Akkur ekki. En það er ekki einu svona kalt í bílnum, skilur við. Þetta er ekki mönns, þau eru bara að borða hádegismat í bílnum. Já, akkur stoppar ekki frekar og borðar hádegismatin einhvers staðar á einhverjum bekk. Nei, til dæmis, við vorum á tónleikunum hans Frikka hérna fyrir einhverjum dagum. Settu Frikka einmitt í stúdíu en til dagsins, þetta er fermingamynd á hann. Nei, það ramma hann inn. Já, við vorum á tónleikunum hans Frikka og daginn eftir var smá reið í mannskapnum, þannig að við fórum í bílalúgu og keyptum bara fullt af mat. Já, og borðuð í bílnum. Og bara hökkum það í okkur í bílnum. En það var augljóslega opið samt inn á staðnum, eða ekki? Jú, bara Dagur var sofandi minnsta, þannig að nefndum ekki að raska það einhvern veginn. Ég myndi ekki sko, ef þetta var svona mentalega franskar og eitthvað svona drasl, þá myndi ég nú ekki gera það í bíl. En hvað er það að leifa að borða það í bíl? Bara nógakróp eða? Nei, svona, þú veist harðfisk? Nei, ég er svona að reyna sko, það hefur aldrei verið, það er bara ekkert mikið borðað í bílnum, skilur. Það er kannski meira eitthvað svona nammi eða þú veist. En það er eins og bíllinn minn bjóði upp á það sko. Það eru svona borð, þú veist, á fremstu sætunum sem þau getur svona lift og svona glasahaldarar út allt. Þannig að hann er hannaður til þessa borði í honum sko. Svo það er ekki að stemming að borði í bílnum. Við erum ekki að spjalla, við erum með sjónvörp í bílnum sko. Já, þetta er kannski bara eins og heimili á hjólum sko. Þetta er eiginlega það sko. Og ef ég næ ekki að koma okkur í tjaldferðalag á þessum bíl þá á enginn að geta það sko. Nei, en ég horfði bara yfir þetta dót í gær og ég sagði bara ég skil þetta ekki sko. Allt þetta dót sem fylgir og svo hvað, ætlum að vera þarna í kannski 2 daga, kannski lengur ef veðrið er gott og bara eftir sóluna og verðum með podcast á ferðinni. Ætla þú að taka tölvuna með, við þurfum að geta tölvur og myndavélar og þetta þarf upp á tífi sko. Meira dót og ís og frá Gjörís og Pólís ís og Fristibóks Ég vil líka að fólk var svolítið að koma upp að manni á tónleikunum með Frikka og þakka fyrir hlaðfréttir. Ég vil líka bara takk á móti, takk fyrir að hlusta. Já, þetta var gaman að fólk hrósi sko. Þegar maður bladrar inn á mikrofónum maður fattar ekki alveg að fólk er að hlusta sko. Nei. En ég hef gaman að því sko og bara takk. Takk þið sem eru að hlusta. Já, ég var alveg svona að ég kom heim, það voru mjög margir sem kom upp á manni og voru bara ég veit ekki gaman að ykkur og svona. Maður er alltaf svo skeptiskur á sjálfan sig. Já, einmitt, manni finnst maður oft verið ömurlegur sko. Já, okkur finnst það mjög oft Já, það er mjög eðlilegt sko. En ég heyrði það líka frá góðri konu hægt að tala það svona mikið niður. Já. Og svolítið svona reið. Talaði niður? Til að tala að ég sé í svo ljótum fötum og sé orðin svolítið svona feitur og svona lítið sjálfstraust og eitthvað svona. Einmitt. Og þá var þessi kona hægt að tala það svona niður. Alveg punktur hjá henni sko. Já, en ég kannski verið að gera bara eitthvað ómeðvitað en þú ert samt ekkert eitthvað þunglindur skilur þú ert alveg glaður strákur og þó talið aðeins niður skilur maður getur alltaf gert betur í alls konar sko. Nei, ég væri þunglindur, hvað þá? Það er bara alltaf ræði. Það þurftum við nú að vinna í því saman miðinir. Já. Nei, maður á bara dagamunur á manni. Við erum að taka podcast þetta 3 í viku. Ég er ekki alltaf bara eitthvað Nei, stundum nennir maður ekki að taka podcastið sko en svo þegar maður er mættur þá nennir maður því sko. Hérna, það var andla 7. júní í gær ég sá statusina frá Agli Helga alltaf gaman, það var bara fyrsta sem ég gerði þegar ég vaknaði tók upp síman, beint í status frá Agli Helga, heldur langan status. Hvað heldur hann sé að tala um þetta 7. júní? Hann að tala um eitthvað Jón Sigursson Nei, hann er bara að tala um hvað var sko, miklu skemmtilegir í gamla dag á 7. júní og hann upplýði náttúrulega 7. júní í gamla daga, skilur við. Rólegur, Egill ekki það gammal, sko. Hvað er Egill gammal? Egill Helgason? 56 ára eða eitthvað. Ekki eldri eða? Hann er svona 20 ára eldri við. Já, ok, en hann er allavega upplifið það að hann hafi fengið sykurhúðað epli. Já. Það hljómar eins og hann sé svolítið gammal, sko. Að því að við upplifðum alveg kandifloss og snuddur. Ég sá aldrei sykurhúðað epli. Nei, hann er 20 ára eldri, skilur. Hann er kynslóð undan okkur.
hann segir hérna að tíminn var þannig þegar öll börn voru prúðbúin á þjóðatíðadeginum, litli strákar voru klæddir eins og kallar, tískan var að setja þá með tírólahatta og fjöður og stelpur voru í upplutt og flestar með slaufu í hárinu og þetta var hátíðastemning og fullt af sölutjöldum og skrúgöngum og bla 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 bla. Þetta svona nostalgíu hugsunin sko, að tíminn var alltaf betri en áður fyrir sko. Það setur líka mynd með þessu, það sem er hérna á Arnarhóli sem bara stappað. En ég las þetta og ég er svona sammála, mér fannst 7. júní vera miklu skemmtileg þegar kannski það bara nostalgíin að tala, en samt ekki, það var meira að frétta og hann er að vitni það líka og það er kommentarkerfi sem er að líka að tala um það að það eru alltaf fleiri dagar sem eru búin að taka við. Já, það er Gay Pride og það er kvennafrídagurinn og menningarnótt líka. Menningarnótt er eiginlega stærri í Reykjavík heldur en 7. júní. Já, en heldur þá kynslóðin sem er að alast upp núna mun ekki líka vera með eitthvað status eins og Egill eftir 30 ár. Vákaða gaman. Þá var maður alltaf bara á Rútstúninu, þar var stemmingin svakaleg og maður gæti farið með hverfana. En þú veist, það er að því að þú veist, 7. júní hefur fæst í önnur sveitafélag, skilur. Hvað var Egill bara að lappa með miðbænum og bara hver eru öll eplin? Akkur ekki sölubásar hérna? Mér var skemmtilega þegar ég var strákur. Ég hugsa þannig líka. Er hann ekki bara komið fullorðin börn og akkur þarf hann að vera með einhverja 17. júní stemmingu? Svo hann líka tala um sko að það hefði verið svo gaman að það voru svona kvöldtónleikar alltaf. Líka þegar við vorum að 7. júní, það voru kvöldtónleikar og það var svona fyllir í og hann líka vitni í það hefði verið svona fyllir í, vissulega vesen og fyllir í, en samt gaman, skilur við. Hann saknar þess að sjá blindfulla úlinga í því. Hann saknar þess bara að vera lítill strákur. Heldur þú grunninn sé það bara? Já. Men erst þú ekki með svona nostalgíu svona hugmyndir hvernig hlutinni voru þegar þú varst lítill? Jú, en ég saknaði samt ekki að lítill strákur. Ég vil samt bara að séu fleiri sölutjöld. Já. Og meirum svona tónleika. Snuddur og... Það eru snuddur og þú farið bara í einni búð, skilur, það er erfitt að finna snuddur og erfitt að finna kandifloss. En ég veit það ekki, þú veist. Nei, maður miðar oft sko hvað eru krakkarnir okkar að upplifa sem við upplifum og þau að fara á misvið sko. En það er svo margt annað sem þau fá í staðinn sko, eins og bara upplifa bara tónleika í Laugardalshöll. Ég hugsaði það þegar við fórum á Herra Hnetusmjörnum daginn. Ég man ekki til þess að hafa verið í Laugardalshöllina að horfa á einhvern tónlistamann sem ég elskaði þegar ég var krakki. Þau fá það. Ég meira líka að hugsa bara að það dreifðist aðeins meira úr þessu sko. Nú er bara Hljómskálagarðurinn og það var bara búið kl. 5. Verið bless. Allt búið. Þú ert sammála agli. Ég er þarna smá með honum sko. Og ég man líka alltaf sérstaklega eftir að brúðubílinn staðsetti sig alltaf svona í Hljómskálagarðinum bara öðrum megin og það var svona alltaf sem maður gætt gengið að því vísu að sjá Lilla klukkan 11 þar, skilur við. Já, hvernig manstu þetta? Að ég fór bara alltaf í bæinn, skilur við. Já, manstu þetta bara mjög sterk. Ég man eiginlega ekki eftir 7. júní sem krakki. Ég meina móðukenda minningu eitthvað sem maður fekk einhverja blöður og eitthvað snuð og tjúkidjön. En kannski fórstu ekkert mikið í bæinn, skilur við. Já, ég man ekki. Pabbi ítti mér eitthvað svona, hvað heitir þetta? Hann var með svona... Kerru? Já, nei, sem maður setur mold í og svona, hvað heitir þetta? Já, svona hjóli framan á. Setur mold í? Já, svona hjólburu? Já, var hann með þig á hjólburu? Það var svona hjólburu keppni. Já, alls konar svona stultukeppni, hjólburu keppni, svona pókakeppni. En er ekki líka bara vandamálið að það búa bara miklu fleiri í Reykjavík? Þetta væri svona erfitt að vera með einhverja hjólburu keppni á einhverjum grasbala einhverstaðar. Þetta er líka að færast bara meira inn í hverfin, skilur. Það er bara þjóðhátíðarstemming í Fossvoginum, í Vesturbænum, í Árbænum, í Reykjavík, á Rútstúni, á Lilli. Það er sem að segja, sveitafélögin hinn er að taka svolítið þungan af þessu sko. En það er ekki það með satt að megi ekki gera neitt skemmtilegt á 7. júní í Reykjavík, skilur, eins og bara að hafa hjólburukeppni og stultukeppni Ég fæ samt alltaf smá svona félagskvíða, nú fyrir aftur að tala um kvíða að fara svona í margmenni eitthvað svona, finna eitthvað að gera, það er eitthvað raðir, hvernig kemst ég heim, hvað er stæði, eiga að taka strætó, ég nýt mín ekki í þessum aðstæðum. Maður er svolítið að gera þetta bara fyrir krakkana. Já, þess þá heldur að dreifa, þú veist, eins og núna er þetta bara í Hljómskálagarðinum. Þú bara planta öllum þar. Já, ég vildi rifni. Já. Og ég vil sykur, kartöflur, nei hvað sagði hann? Nei, sykur epli. Sykur epli eins og Egill Helgason vill. En nýtur þú þín í svona margmenni? Nei, alls ekki sko. Þetta svona hitt eitthvað lið eitthvað, hvað segirðu? Nei, þú ert bara að hugsa börnin og
og bara passa að enginn týnist sko. Já, það er svo gaman að mann er að blanda saman að manni finnst gaman og krökkunum. Já. Til dæmis eins og fara á skíði, þess að finnst mér það svo gaman að þeim finnst það gaman og mér finnst það gaman. Og það getur verið margmenni samt sko. Já, þú svona minna að lenda á einhverju smóltóki á skíðum heldur hann að labba með einhverju kerru í gegnum hljómskólagarðin. Já, jú. Blessaður, hvað segirðu? Já, bara góður sko. Já, gleðilega hátíð, Já, sömuleiðis, hvað hérna? En þetta að vera prúðbúin náttúrulega bara lönguliðin tíð. Hvenær klæðir maður börnin sín í fínföt, það er kannski max stúdendaveisla sko. Liggur við afmæliður og hætti að vera fínföt sko. Stúdendaveisla? Nei, ég meina hvenær klæddur þú Eystein upp í eða Katrínu í fínföt? Ég er ekki að tala snirtileg föt. Það er bara eitthvað svona þegar maður fer í ammali eða... Nei, hann kemur ekkert í ammali í einhverjum fínum fötum hann Eystein sko. Jú, kominu. Nei, hann kemur bara í ból og beysu og eitthvað. Snirtilegur, vissulega. Nei, ég kefti á hann svona galla svona æskæs galla, ekki út af æskæs en kefti svona gallabuxur og gallajakka. Er það fínföt? Mér fínföt í dag, það er öðru sem hann var fyrir 10, já, 20, 30 ára, bara heilt yfir, líka bara með fullorðna. Það er bara ársáttíð, það er ekkert allir eitthvað í einhvern kjólfötum og jakkafötum. Nei, það munur að vera snirtilegur og eitthvað svona. Fólk er bara eins og það er, sko. En þú hendir kannski, sko, hendir Eysteini í skyrtu og Katrín kjól við önnur tilefni, skilur. Já. Ég veit ekki hvað tilefni, kannski bara eitthvað, einmitt stúdensveisla, ferming, kannski meiri skyrtur þar. Þú er búin að pæla mikið í þessu. Já, og bara þú veist, hvenær klæði fólk sig upp í jakkafötin, skilur. Það er væntanlega þegar fyrir brúðkaup. En í afmæli færur ekki kannski endilega jakkaföt, sko. En ég var nú í brúðkaup daginn, sko. Mér varst ekkert allir verið í jakkafötum. Mér var svona meira, einmitt svona... Var einhver í ból, bara? Já, ég manna ekki. Í hverju var ég? Ég var í... Það er ekki hægt að taka mark á þér, sko. Akkur ekki, hvað það er? Af því að þú vilt ekki verið í jakkafötum, sko. Nei, ég vil það ekki. Nei. Ég var í, það held ég bara þessum buxum sem ég er núna og svo keypti ég hérna stuttar um að skyrtu. Já. Og mjög flott, sko. Já, það er bara flott, sko. Já. Þannig að... En bara þú sem barn líka, manst ekki eftir því að þú þurftir alltaf að vera í fínum fötum við ákveðin tilefni. Þú veist, þú varst oftar eitthvað svona, það er verið þessi föt. Já, eitthvað svona fína skó og eitthvað svona. Já, ég man að mamma var oft mjög hörð á jakkafötum, sko. Ég fær í jakkafötstrákar. Og þegar maður var jól, þá var maður alveg svona í jakkafötum. Já, nú er bara komið tísku að vera í hérna bara svona náttfattajól. Það er hérna, já. Hafa það kósi, sko. En minna endilega rétt hjá það, sko, en tímandi breytast bara. Það spóla bara aðeins aftur í tíman, sér bara hérna gamla stúdentsmyndir. Af því ég var á Fossinum í gær. Já. Í fyrsta skipti svona að njóta þess að vera á Fossinum, ekki bara eitthvað með krakkana eftirdrægi. Fossin er kaffihúsið hans Ödda á Rakelar. Og ég var á klósettinu og það var svona stúdentsmyndir frá 1974 eða eitthvað. Og þá lítur fólk bara út eins og sé bara 60. Já, ég veit það. En okkur eru stúdentsmyndir þarna? Þetta er bara svona stíllinn á Fossinum með bara svona random myndir, alls konar dótskilur. En hvaða fólk er þetta? Bara eitthvað fólk? Væntanlega úr Fossvogin? Nei, þetta var bara... Er þetta eitthvað sem hún hefur bara prentað át á netinu? Ég veit ekkert hvað hún fekk þetta, en þetta var bara, held ég, bara lærðiskólinn, er það ekki MR? Jú. En þetta var bara stúdentamyndir frá MR frá 1974 og þegar maður rýnir í, þetta er bara krakkar, þetta lítið út frá að vera svona 47 ára. Já. Skilur við, og segir stúdentsmyndir í dag versus frá 1974. Það er rosalega svona útlits og þroskamunur á fólki og í klæðaburð og... Já, ég held að klæðinaður og svona, er það ekki, og hártískan gerir þetta. En voru þau ekki barnalega bara inn við beinið, þetta fólk? Það sem ég var svo áhugast að pæla í, 74, það hljómar óslega gamalt. Já. Við fæðumst 88, 14 árum setna var þessi mynd tekin. Þannig að eftir x ár þá gæti bara stúdentsmyndir af mér og þér verið inn á einhverju klósetti, á einhverju kaffihúsi, í einhverju útgarfi. Eða kannski skiptir einhver máli. Mér er alveg sama, en það væri svona vintage. Hér er myndataka frá Vestló frá 2008. Já, en það er ekki vintage. Alveg eins og ég fór með, ég fór í skólakynningu með Elmar núna daginn. Það verður vintage. Í Garðaskóla og ég fann 7. bekkja myndina af mér. Já. Hún er ekkert vintage. Nei, hún verður ekki raskat. En hugsaði bara 30 ár fram í tíman. Já, 40 ár. Samt hún er komin í lit, krakkar eru byrjað að vera bara í Nike. Það verður allt eins. Þetta er svo mikill viðsnúningur úr svarthvítu skyrta bindi
Nike peysa. En það líður sem þetta verða vintage. Mér finnst líka mjög áhugavert að hugsa það þegar við erum hérna svona í kringum 2000, þegar við erum svona unglingar 12 ára ish að þá var 70s tónlist bara Beatlandir og Stones, bara svona 70s, það var bara tónlist frá í gamla daga, bara Beatlandir og þessi legends. Hlaðfréttir í boði Ormsson og ég er nýbúin að fá mér þurrkara og þvottavél hjá þeim og ég er ekki að djóka. Bestu kaup eða, já, bara bestu græju sem ég á. Já, þó notir það ekki, það bara hjálpar að heimilinu. Fáránlega. Já. Svo erum við búið heimkaup og sérstaklega núna yfir HM þá er ekkit eðlilega gott að þú ert bara að horfa á einhvern leik og þið langar í eitthvað, til dæmis stúli, fá það sent. Ég ætla að bæta við það sem er líka best við það, að það kemur svo kalt tíðin. Það sem kemur líka kalt tíðin er náttúrulega ís, hann er alltaf kaldur þegar hann kemur tíðin. Okkur sér ís? Ís, ég veit ekki, kjörís, það er ísinn sem við elskum og pólísísinn, börnin elska pólísís. Elmar bað pólísís í gær, hann sagði mér langar í ananasís. Mér mjúkísinn, hann að pinnarnir trilltir. Fyrir krökkum sem er í dag gamlega við þá er bara Backstreet Boys og hérna Britney Spears, það er bara 70s tónlist fyrir þeim. Já. Fljótt að gerast, skilur. Já. Og hitt er bara eins og svona 40s tónlist, bara Beatlandir og Stones og allt þetta dót. Ég veit það. Ég sá líka eitthvað á TikTok, eitthvað svona ef GTA hérna Vice City kæmi út í dag, af því þegar hann kemur út 2003 og Vice City tölvleikurinn gerist eitthvað 84 eða 3 eða eitthvað og það var svona 80s stemning. Já, einmitt. Þannig að ef sami leikur kemur út í dag og ætlaði að bakka jafn mikið aftur í tíman að þá var það tölvuleikur þar sem að Instagram var að byrja og Facebook eða skilur það ruggla mann smá sko svona já, ég veit það þetta er hvað að vera þetta er ég er samt viðsnúningur vera meiri bara þegar það er, ég veit ekki hvernig það er meiri munur á til dæmis bara 70 til 2000 heldur en 2000 og til dagsins í dag ég held að allt með svona myndir að gera og ljósmyndir og gæði þeirra og þú veist eins og bara hérna, við vorum að horfa á fótboltaleikun daginn finnst þér gæðin í fótboltaútsendingum hafa breyst mikið það standa svolítið í stað ég var svolítið sár, við vorum að horfa á hérna Víkingur KR og þetta var bara svona drullar sko. Já, meira þess að kameran eins og HM núna þá er dómarinn með kameru hérna í haustum á sér hún er meira þess að ekkert sérstaklega góð sko. Samt er þetta unit sem hann er með Já, einmitt Þannig að, þú veist já En mér er samt þegar ég skoða bara gamla myndir frá því að við vorum í menntaskóla það alveg verið svona smá vintage bara svona allir með bindi og gæðin á upptökunum svona smá öðruvísi Já, jú En skilgjótt að fara að munurinn 70 til 2000 sem meiri heldur en 2000 til dagsins í dag Það er svona að spyrja, sko, munum við upplifa svona mikinn viðsnúning eins og þá Ég veit einhver tíma var allt í hennu bara wow, heyrðu, það er allt komið hérna í bara og litirnir eru allt öðruvísi, wow Ég hugsaði þetta líka því ég var í brúðköpun á Seyðisfirði og þau löppuðu út í einhvern svona gamlan Volvo það var svona vintage bíl og svona cool bíl skilur ætla eftir 30 ára þá labba brúðhjón út í einhvern svona 2004 árger af Yaris og fólk er bara, wow, hvað er cool bíl maður þetta er vintage bíl Það er þetta pæling sko Nei, að því þú sko, ná þessi bílar aldrei að vera svona töff vintage bílar Nei, ég held ekki sko ég held að þú komin í sko að þú getur fundið kannski bíl sem er svipaður Yaris sem er nýr í dag, skilur Svipaður Svipaður, ekki eins, skilur bara svona sviputýpa Já, bara, lúkar svipað Já, en þú finnur ekkert svona Volvo gamlan, skilur En akkur voru bílar svona ógeðslega svalir svona frá 50 til 70-80 og svo eru þeir bara ógeðslegir Já, góð Ef maður keyrir og horfir og ég er ekki mikill bílakall en ef maður horfir bara svona bílaflotan hildi þetta eru ógeðslega ljóti bílar Akkur eru ekki flottir eins og gamall Volvo bara svona Er það því að þeir hafa breyst úr því að verða sko svona kassalaga og meira svona strömnýlunulaga Kassalaga er svolítið töff Ég meina að sér eins og bara Range Rover í dag og svona hann er ennþá svolítið kassalaga Hann hefur lítið breyst svona í og pælir í því sko En þeir eru ekki einu svona eitthvað ógeðslega cool Þú veist, langaði ógeðslega mikið í þannig bíl Range Rover? Ja, að því hann er flottur, skilur Þú veist, eldgamall Volvo ég er alltaf miklu flottari Það er eitthvað við þá, það er eitthvað við hönnunina á bílum svona 60s, 70s, 80s sem ná ekki í dag, sko Nei eins og Tesla, heldur að Tesla bara elsta mótilega Tesla eftir 40 ár verður eitthvað svona vintage bíl sem næri brúðhjón og þau eru bara, wow, þau eru gamalli Tesla maður, Nei, en af hverju ég veit það ekki, það er því hún orðin eitthvað svona strömnýlulega og eitthvað svona, ég veit það ekki, sko
en svo er þetta líka bara nostalgían held ég sko, eins og bara Subaru Justy, maður sem ég átti Subaru Justy, svona lítill svona. Já, hann svalur. Hann er geðveikt svalur, en þá, hann var alltaf bara alls ekki svalur þá, þegar hann var nýr, bara langt í frá. Já, en hann er að vera pínu cool. Hann er að vera pínu cool, sko. Hvað er bíllinn sem að Uddi var líka alltaf á? Honda Civic. Var það bíllinn sem var hann í myndbandinu, hann FM Blöð? Já, örugglega, sko, já. Hann er að detti svona vintage. Mér varst líka talandi svona ártöl og hvað merkilegt hvað tíminn breytist. Þegar við vorum í menntaskóla að þá var Sálans Jóns míns alltaf að spila á flestum böllum. Já. Alltaf er. Þá var Stebbi Hilmars jafn gamall og Frikki Dórir í dag. Vá. Mann fannst bara að Stebbi Hilmars svona gamall kall, sko. Ekki gamall kall, en svona bara eldri maður. Já, bara sálinn að spila. Þeir eru bara einhver svona, já, einmitt, bara menn sem eiga bara 3 börn. Já, Stebbi Hilmars, já, hann var aðeins yngri til með eins og Egill Ólafs. Hann var að spila á balli í Hagaskóla, Egill Ólafs, skilur við. Þá var hann verið 50 ára. Já, það er kannski önnur kynslóð. En þú veist, krakkar í dag sem eru svona 20, horfa á Frikka Dór, vinn okkar, eins og við horfðum á Stebba Hilmars þegar við vorum í menntaskóla. Já, þetta er alveg hellu bæling, sko. Og þegar við vorum á tónleikunum með Frikka þarna núna helgina, þá eru við bara svona gömlu kallarnir sem hafa 3 börn og eru með eitthvað á Frikka Dór. Já, ég voru það. Fyrir unga fólkinu, skilur. Já. Þess að fengum við stimpilin á okkur þannig á kaffistofun daginn. Að gömlu kallarnir mæta alltaf hérna snemma á morgnana að fá sér kaffi. Já. En maður er ekki alltaf gamall, við erum bara 38 ára, sko. Nei, mitt, sko. Nei, ég meina, þú veist, er ekki bara sagt gömlu kallarnir, við erum ekkert eitthvað... Ég veit það ekki. Nei, en þetta er bara frábær bæling með Stebba Hilmars eitthvað. Maður hafi verið á balli og hann hefði verið, einmitt, 38 ára. Því mér fannst einhvern veginn þegar þeir voru að spila á böllum þegar við vorum í menntaskóla, þá voru þeir ekki svona að toppa. Nei. Þú veist, þetta var bara svona rótgróið band, Já. Sálinn að spila, það var bara mjög gaman. Já. Er Friðrik Dór að toppa núna, eða þú veist... Já, með tónleikana, þeir eru náttúrulega sturlaði tónleikar. Rosalegir tónleikar. Erfitt að toppa þá, en hann gerir það án efa, sko. Ég hef ekki ágjörð honum í því samengi. Nei, ég hugsa þetta líka á tónleikunum, þú veist, hver annar en Frikki nær að vera með svona rosalega þéttan og góðan katalóg, þar sem að einhvern veginn öll lögin halda manni og bara hittari eftir hittara. Maður gleymir því svolítið að þenni vinnur okkar hvað hann er magnaðar tónlistarmaður. Já, en þarna hugsa ég líka, erum við ekki líka bara í lúpunni og þekkjum öll lögin, en kynslóðan fyrir ofan okkur þekkir ekki öll lögin, sko. Ég held ekki, sko. En hann er samt bara okkar kynslóð tónlistarmanni sem við er með mikið following frá sínu kynslóð, skilur við. En hefur þið trúið þegar við vorum í Vestló að Frikki er bara eitthvað stærsti tónlistarmaður á Íslandi? Nei, ekki kannski það, en ég bjóst alveg að við myndum gera eitthvað listatengt, sko. 100%. Alveg bara 100%. Maður alltaf trúið á vinnum sínum. Já. En maður gleymir því svolítið. Já, svo bara, lífið er ótrúlegt, Já, sko. maður heldur stolt. Ég var stoltur á honum. Ég sendi það líka á hann. Ég er stoltur að þér. Ég er stoltur að þér. Já, maður fyllist gríðarlega stoltið að sjá vin sinn fylla eitthvað hús og allir að syngja með og maður bara, þetta er skrítið, maður. Ég veit það. Já. Oft þegar maður er með honum þá gleymir maður því að hann sé Frikki. Eðlilega. Hann er bara Frikki, eitthvað, vinnur okkar. Já, á raskaturinu að djóka. Já, hann er alltaf á raskaturinu. Já, þetta er skemmtilegt bæling. En var eitthvað moment á tónleikunum sem þið var svona skemmtilegra en annað? Lag eða eitthvað svona búm. Sem svona, þú tengir við eitthvað tímabil í lífi þínu, eitthvað þegar hann gaf þetta laga þá varstu þarna lalali, eitthvað svona. Nei, það var ekkert eitthvað svona. Ekki lifið hlið. Nei, Nóttin svört er alltaf svona, finnst mér lag sem að skilur ekkert allir þekkja, en er samt sturla lag. Já. Þú veist, alltaf gaman að sjá það á sviði, sko. Að ég var að fylgjast með þér, þú varst mjög mikið krútt á tónleikunum, þú bara svona stóðst og hlustaðir og varst að taka þetta inn og svona, ég er njóta, sko. Ég er náttúrulega þannig alltaf á tónleikum, ég er bara svolítið slagur að njóta, sko, ég er ekkert eitthvað trilling, sko. Nei. En þá halda sem vera að ég sé í fílu eða eitthvað, eða þú veist, leiður, en ég er það ekkert, ég er bara... Já, þú fékkst það svolítið. Þetta fílu? Já, ástundu sattum eitthvað svona, er þetta ekki hress? Jú, ég er mjög hress, ég bara er að hlusta á tónleikana hérna. En hvernig hefur þetta verið? Bara ég veit það ekki, maður ekki að breyta mér eitthvað. Nei, ég fæ þetta líka stundum ef ég er ekki alveg hérna bara upp á 10, bara trilltur að djóka. Það er ekki alltaf í góðu það. Já.
Já, jú. Ég var alltaf góðu, sko, ég er bara eitthvað róluður núna, sko. Já, nú er maður bara róluður og nú er ég bara að hlusta á tónleikana En ég var hins vegar eiginlega andstæðan við þig á tónleikunum. Ég var að æða út í sal og hitt eitthvað lið og Já, svolítið það var eitthvað trillingur í mig, sko. Já, eitthvað galgópi í þér Já, og svo týndi Vala veskinu sinu sem var náttúrulega óþólandi moment, við vorum að leita af því og eitthvað svona. En það fannst fyrir rest, sko. En við vorum að tala niður í kaffistofu það hérna áðan hver er svona skemmtilegasti og flottasti tónleika viðburður sem þú hefur farið á æviðinni með Íslending? Megum ekki segja Frikki. Nei, það er of recent, skilur þetta er bara, voru þar í fyrradag Ég er náttúrulega ekki besti maður, ég náttúrulega er ekki mikil tónleika maður. Nei, þetta er samt trúlega erfið spurning. Þú ert að meina viðburð, sko, ég myndi segja að þegar ég var svona að byrja fyrir leikhús þegar ég var svona 16 til 20 og eitthvað, þegar leiklist það er rosalega áhrif á mig, þá bara fulla vasa grjóti. Er það bara svona viðburður í þínu lífi? Já, því ég sá það 100%, það og Sporvarinn Girnd og allir syni mín eitthvað svona, þú veist, þessi leikrit sitja í mér, sko, en tónlistarlega séð þá náttúrulega Sálin á Broadway? Nei, þá var það Maggi og Káká á Rosenberg. Því ég hef gaman að svona litlum ívendum, litlum leikritum, litlum tónleikum. Mér finnst minna gaman á svona risadóti, eins og ég fór bara Rolling Stones bara í Hyde Park, bara upp á sljónstið mín og ég man alveg tilfinninguna, ég svona skammaðist mín að finnast ekki nógu gaman. Skilja, á 3 lög búin og ég svona á mér að finna skaman, þetta ekki hress var ekki alltaf að segja, þetta ekki hress, Fannar, hvað er það Rolling Stones hérna fyrir fram, þetta ekki hress? Jú, ég var alveg hress, skilur, en bara svona ég veit ekki, maður fekk kannski með of svona háleit markmið að ég bara að vera alveg trillt, skilur eða þegar ég sá Prince sorry hvað ég er að hijacka þessu umræðu, það kemur að þér Prince hérna á Hróaskildu var líka moment, sko ekki það ég sé ykkur rosalega Prince maður, en bara Purple Rain er bara svona lag sem ég elska. Bara sjá Prince. Þannig hann tók það og Gorillaz og svona, en annars veit ég ekki, en þú? Nei, ég veit ekki, mér finnst mjög örðið spurning, sko. Það er ekkert eitthvað sem situr eftir. Nei, ég er nú að tala um íslenska, maður artista, sko. Maður er nú farið víða á tónleika, sko. Íslenska, nei, þú veist, maður upplifði, þetta er svolítið skrítið fyrir nostalgíu kallið mig að vera allir bara í Hagaskóla og fyrsta árinu er bara Sálin að spila, næsta árinu Stuðmenn að spila. Og ég man ekki hvað var á 3. árinu, skilur, jú nýtlönsk, einmitt. Það er rosalega. Maður er bara eitthvað svona, maður kunni ekki að meta nógu mikið þá, skilur. Nei. En ég man samt alveg eftir þegar Stuðmenn spiluðu, þá var ég bara svona, þetta kann ég að meta. En ég var svona kannski eini skrýtnistrákurinn sem var bara alltaf að horfa og fylgjast með og syngja með, skilur. Það er svo vel gert hjá þeim líka að nenna að spila fyrir, sko, var þetta ekki bara 8., 9. og 10. Jú. Bara krakkar. Það er mjög vel gert. Bara börn. Já. Og þeir bara fullt line-up og bara koppi og hljómborðinu. Já, fullt line-up. En það var náttúrulega líka í ljósið þess að börn einhverja hljómsveitarmeðlimir voru í skólanum og það var líka smá svona greiði, en fólk þar samt að fá borgað fyrir vinnuna sína, sko, það er ekki það. Þannig að ég man svona eftir því, það var fast mjög töff, en svo sko hefði ég alltaf viljað fara á Bjögga á Sinfó. Ég fór aldrei á það. Var það eitthvað svona margir tónleikar? En upplifunin að sjá, nei, ég held að það var bara einu tónleikar, en upplifunin að sjá þá tónleika á DFD var ruglað. Þetta var ruglað, en meira svona bara, vá, þetta eru geðveikir tónleikar. Hvað var Bjöggi gamall þá? Þá, allan ekki, það eru svona 50 eða eitthvað. Svo elskum við Dominos og ég fór í pönnupítsu í gær. Svona endurnýjaði kynni með pönnupítsuna. Hún er góð, sko. Að ég segja fun fact, Já. Aldrei smakkað pönnupítsu. Herri, þú ert rakliðis að fara að gera það helgina. Svo eru HHÍ, Hafnarfirði Háskólans, eru vinnir okkar og tryggðu þeim miða. Já, það eru fullt af milljónum í boði. Það eru maður að tryggja sér strax miða, jafnvel nokkra miða og vera bara reddi í dráttinn 10. júlí. En fóruður á þessa tónleika vissulega. Þannig að ég er svona Maggi og Káká, mjög gaman. Það var mjög gaman. Það er líka svo gaman, sko, því þetta venue, þessi staði var svo góður. Maður pantaði sér að borða, settist niður, þeir trölluðu eitthvað. Já. Maður fekk sér eitt kaldan, eitthvað svona, þetta var meira en bara tónleikar, skilju. Er ekki eitthvað svona á landi sem mann er farið á Græna hattinn eða eitthvað, einhverju tónleikar? Herru, við fórum nú að Bjögga á Græna hattinum. Jú, það var enda mjög gaman. Þann heilsaði mér, Fanna minn. Manstu þið? Já. Heilsaði mér ekki. Nei. Heilsaði mér. Það var að stríða mér örgulega.
Ég man að það pirraði alveg smá. Já, auðvitað. Bara hetjan þín heilsar ekki. Heilsaði mér en ekki Svo man ég líka eftir að milljónumæringarnir voru að spila á einhverju balli í Vestló og Raggi Bjarna var að spila og ég á mynda mér með honum á sviðinu að syngja Flottu jakki. Það er legend, hefur þú voru að finna þessa mynd? Já, ég þarf að finna þessa mynd og það er svo fyndið að því að sko við vorum eitthvað svona, bara allir eitthvað syngja með milljónumæringunum og þá var eitthvað, það var einhver jú, ég man eftir þessu núna, það var Teddy Ponsa sem keppti í vælinu á sama ár og ég og söng Flottu jakki. Já, okay. Og við vorum báðir í krátinu, örglega, hann var í Vestló og kemur einhver, var ekki einhver í vælinu að spila lag með okkur eitthvað, með mér eða, Raggi Bjarna og ég bara söng alls ekki Flottu jakki í vælinu Hæ Mambo Já, bara ég og ég var dreinin på svið, ekki Teddy og þetta ekki að byrja þeirra? Ég man það ekki skilur en það var bara svona skrítið að því að ég var að syngja Flottu jakki og það er eitthvað eins og ég hef verið að syngja það í vælinu, gerði það alls ekki en já, þetta er moment, þetta situr í mér sko eðlilega, 19 ára að syngja með Ragga, það er hjúts en 19 ára, já ég kannski kunni ekki alveg nóg mikið að meta Ragga heldur þá sko Raggi náttúrulega hvarf svolítið úr sviðsljósinu í mörg ár og kemur svo aftur og er með svolítið svona gott comeback já, og gerir eitthvað lag með Erp og verður aftur svona stór sko já ég tengdi ekki til Ragga Bjarna þegar ég var yngri Nei, ekki heldur það var líka bara að finna við kynnumst eitthvað í gegnum hraðfréttir sko Já, þá byrjaði svona samband okkar að blómstra talandi tónleika djúvillig það fyndi að við höfum farið á þessa tónleika Hvað? Þú manstu við byrjuðum með hraðfréttir 2012 og svo fyrir við yfir á RÚV við ákvæðum að fagna eitthvað þessum áfanga með að fara á Tony Bennett bara ég og þú Nú voru bara tveir fórum bara tveir á Tony Bennett á efstu hæð í Hörpu Þegar komum okkur með á Tony Bennett Samt cool að geta sagt að vera Tony Bennett í dag Er hann dáinn? Nei, en hann er samt hann dansar á línunni Hvað er svona frægasta lag hans Tony Bennett? Það er bara þessi gömlu swing lög sko En manstu eftir tónleikunum? Nei að við fórum þangað, settumst niður fórum í hlið Ég man við vorum bara á efstu hæð og ég man ég sá ekki neitt Það voru ekki heldur skjáir Þú veist þannig að við sáum hann bara eitthvað svona debilt á Tony Bennett Eðlilega fyndið að fara á Tony Bennett sko Ég ætla að spyrja tjattar hans Hann átti lag með Amy Winehouse sem var óslega gott Já, en svona, veist, Tony Bennett Hann er náttúrulega legend sko Já En já, bara fyndið En það er eitthvað svona Svo köpum við á Tony Bennett Já, I left my heart in San Francisco Og svo The Good Life og Because of You, Fly Me to the Moon en hann svo sem á það ekkert Nei, hann svona Hann er flytjandi, fáránlega góður flytjandi Já, hvað myndir kalla svona hans sjánra í tónlist? Hann svona, ekki soul hvað heitir þetta? Hann svona Frank Sinatra svona Já, hann er stemmingsmaður Swing, sem ekki swing Swingkall Er Tony Bennett ekki dáinn? Hvað er hann gamall? 110 ára? Kannski er hann dáinn Mér finnst þess að hann að vera syngja með Lady Gaga fyrir svona 2 árum og þá var hann eitthvað tæpur á muna nafnið hennar á sviði sko. Já Ég spyr bara spurninguna, er hann dáinn? Og Ég fekk kvörtun, það er ekki mikið kvartað í mér yfir þessu hlaðvarpi en ég fekk eina kvörtun Og hver er hún? Að þú átt ekki að treysta ChatGPT svona mikið Ég sé að þú núna notað chattar hann sko Já, ég ætla að vita hvort hann verið dáinn Já, hann er dáinn, hann lést 96 ára 2023 Ok, hann er nýdáinn Chattar hann áða til að bulla sko Já, ég veit það Ég vissi það ekki sko Ég held að chattarinn væri bara eitthvað að það fullkomnasta sem til er og veit allt og bara greindarinn manneskja og getur unnið norðmannin í skák Nei, hann bullar sko Ég er ekkit alltaf eitthvað trúa sko en til dæmis daginn var ég eitthvað að chatta ég man ekki hvað það var, ég var spurning einhverja spurningar eitthvað fólk og þá kom bara eitthvað allt annað fólk væri þetta fólk, skilur ég bara, nei, þetta er bara bull Já, þetta finnur svona það sem flestir leita af eða eitthvað svona Já, en það er alltaf að læra sko en ég held að hún sé ekkit eitthvað að fara með fleipur hans í dáin Nei, er hún að rugglast á einhverjum? Nú trúi ég ekki lengur chattarannum sko Hættur að nota þetta Hvað er þá að gera? Finna einhverja frétt hann hafi dáið? Ég googla, já, eitthvað svona En hann hlýtur að vera dáin að chattarinn segja þessi dáin
Já, hann er bullandi dáinn, dó í New York bara. Hann er bullandi dáinn maður. Og viltu vita hvað síðustu orðin hans? Það var eitthvað svona Fly me to the moon, nei, þetta ekki. Nei. I love mankind. Hann sagði thank you. Thank you og svo dó hann. Við konuna sína upp í rúmi, bara thank you. Hvað myndir þú segja? Hæja. Akkur karate hljóð. Já, bara, fá einhvern til að hlæja á hann í deg. Hæja. Já, eitthvað svona. Já. Eða eitthvað ég glemt að segja þér af alla. En ég er ekki, og svo degja. Hún er eitthvað, hvað ætlaði hann að segja mér? Já. Það er eitthvað sem hann vildi segja. Það er kistill undir með fullt af gulli. Undir hverju? Nei, en ég hugsaði oft ég var krakki sko, þá hugsaði ég að mér langaði alltaf að deyja í svona ninja stellingu. Veit ég okkur, ég hugsaði það eitthvað. Ég var með þetta á heilanum sko. Að ég myndi deyja, þú veist svona eins og ninja sko. Svona? Já, þá finnst að hugsa það við bad sko. Svo hugsaði ég líka oft sko, hugsaði það ekki sem krakki að það er svo leiðilegt að maður eldist, mér langar svo að vera alltaf 12 ára í 70 ár. Nenni ekki að vera fullorðin. Það er flókið. Já, það var gaman að vera 12 ára. Maður sé ekki að það var gaman að vera 12 ára. Ég held að vera samt alveg gaman þegar þú ert orðin 70 ára. Mér finnst mjög gaman að vera 12 ára. Mér finnst mjög gaman svona þanga til að menn voru eitthvað svona skotnir í stelpum og eitthvað svona voru að fikta við að drekka og það var eitthvað svona komið svona púk í alla og mér finnst mjög gaman að vera krakki. Já, svona klifra og svona. Já, klifra í trjám og upp á hústök og svona gista hjá vinum sínum og kaupa nammi og hérna svona áður en allir fengur bílpróf. Sumir urðu líka svo töff snemma og eitthvað svona, við erum bara að fara inn í eitthvað partí. Við erum eitthvað landabrúsa. Ég vil ekki sjá þetta sko. Var eitthvað í Fossvoginni sem átti svona hlaupahjól með bensíni? Já, en ekki svona vinur minn en svona, nei, já, svona, það var einhver í hverfinu. Það var eitthvað svona töffari sko. Já, það voru sumir sem átti svoleiðis. Maður kunni ekki alveg að meta þessi ár sko. Fara út í vídeolegu og leigja spólu og labba heim til vina sinna og gista og vakna daginn eftir og horfa á gömlu spóluna, mannst ekki? Maður tók alltaf eina nýja, eina gamla, horfði á hana daginn eftir, átti smá nammi eftir í pókanum. Spóla tilbaka fyrir næsta, fá ekki sektina. Fara kannski í sund, eitthvað, hei, strákar, vil ekki koma í sund? Nú erum við í sund. Ertu þá upptekinn að Eysteinn njóti þess að vera 12 ára? Hann alltaf er ekki orðinn 12 ára. Nei, ég veit það, en þegar það ekki kemur? Já. Passaði þetta síðasta árið hérna? Nei. 12 ára, þetta er síðasta árið sem er gaman. Svo verður bara skotin í stelpum og vera að drekka. Sko. Það var líka alveg gaman, skilur við. En svona gull árin sem fyrir mér allavega var svona 9 til 13. Þegar maður var ennþá svona ekki of upptekinn af hinu og að við hitt verður líka svo flókið, maður er eitthvað svona byrja í menntaskóla, ég byrjaði nú bara að drekka sumar eftir 10. bekk sko, ég var alveg fljótur á partívagnin sko, þegar ég var komin þangað. Já, glaður þá. Já, það var líka gaman, en það er eitthvað svona við hitt sko, en ég verð kannski ekki meðvitaður það með Eysteini eða Katrínu eða þá dag þegar því kemur, en meira bara svona, ég er mjög glaður þegar Eysteinn fer og gistir hjá vini sínum og ég veit að þeir eru að horfa okkar mynd daginn eftir að fara kannski út í fótbolta og eitthvað svona. En mér fannst það sko ógeðslega gaman sko. Ég var bara aldrei heim hjá mér sem barn sko. Ég var alltaf að gista einhverjum vini mínum. Þess vegna ertu svona eins og ert í dag. Já, bara eftir skóla þá bara komið svona 12 strákar heim til mín og við borðum bara 50 ristabrauð og ég vildi bara aldrei hætta að leika. Leika. Þoldi ekki að fara að sofa. Þegar þá þetta býði 10 tíma, vakna og fara svo aftur að leika. Eru einhver börn sem er til í alltaf að fara að sofa og já, ég ætla að vera heim með það að sofa snemma sem er 12 ára. Það er ekki margir kannski. Það er alltaf gaman eða ekki. Alltaf upp og áfram. Ég veit það ekki sko. En ég held þetta sé sko, þú talar svona og alveg svo Egill Helgason talar 17. júní sko. Þú veist, kannski var það bara bestu árin í lífi hans. 17. júní 1900. Þetta er mjög mótandi ár. 75. Já, þú ert krakki. Hversu oft rifja maður upp eitthvað svona barneskuna og eitthvað, ég man og þegar maður var hérna, þá var það svona, eitthvað svona, maður heyri foreldra sinna líka að gera þetta. Já. Þegar við vorum, þá vorum við sendið í sveit, þið vorum ekki sendið í sveit, við vorum hérna. Og það var allt betra, skilur við. Það var alltaf betra að fara í sveit, sko. Engi krakkar læra neitt í sveita neitt. Já, þannig þetta tímabil fyrir Elmari og Eysteini og krökkunum okkar er þá nostalgíu tímabil fyrir þeim þegar þau verða eldri. Alltaf. Og þá er það var nú ekkert svona þegar við vorum, þá vorum við bara senda á fótboltamót og við þurftum að gista eitthvað svona. Já. Eins og fótboltamótunum sem ég var nú á Akranesi,
þá var tengdafæðir minn með okkur og hann var að segja að ég fór á mörg fótboltamótina bara sem 5, 6, 7 ára aldrei foreldrar. Það var skrítið að sjá foreldri. Hann var líka að segja mér þetta vinur minn sem býr í Svíþjóð að í Svíþjóð þá má foreldri ekki einu sinni kalla neitt inn á völlin. Það er bara total silence. Ekki einu sinni áfram? Nei, ekkert. Elfsborg? Nei, mátt ekki hvetja börnin áfram, mátt ekki segja neitt og ef þú gerir eitthvað, sýnir einhver svona smá viðbrögð, þá bara er leikurinn stoppaður og dómarinn eða þjálfarinn bara kemur og skammar þig bara. Okay. En á Ísland... Það er ekki fullt mikið það? Ég veit það ekki, þú náttúrulega hefur smá reynsla á sem fótboltamóndum og ég líka í gegnum krakkana. Þetta verður stundum aðeins svo mikið. Já, fólk verður að kunna að haga sér, það er alveg þannig. Þannig að það er alltaf sagt, skilur, ekki kalla á einstaklinga, ekki segja áfram Elmar, segðu áfram KR. En svo gleymir fólk sér og bara Elmar, gefðu boltan, skilur. Já, þá ertu farin, skilur, að vera þjálfarinn, sko. Það er kannski ekki sem á að gera. Þessna held ég að væri betra fyrir alla ef þetta væri nær sænskuleiðinni. Bara, það má ekki segja neitt. En er það því að Svíjar eru sko gjarnir á að vera svolítið mikla bullur þegar kemur að fótbolta sko? Að það er kannski meiri svona tendens. Já, þeir eru örugglega erfiðari sko. Já, þetta er alltaf sósíaldemókrasian í Svíþjóð. Þeir eru rosa svona kassalaga sko. Þú veist, ég hef alveg gaman að fá smá hit í leiknum og foreldrar svona æsast og eitthvað svona. Ég vil sé líka smá holtur í krakkana en þetta verður stundum aðeins svo mikið. Já, bara trilltir foreldrar á hliðarlinni. Þetta er líka bara skrítið að horfa á barnið sitt og þú vilt einhvern veginn hvernig gera hann ekki þetta? Ég meina Eysteinn skoraði á þessu fótboltamóti og ég stóð alveg upp og bara já, Eysteinn vel gert sem ég hefði í rauninni ekki átt að gera samkvæmt reglunni, ég átt að segja vel gert Víkingur. Já, þú veist, ég er bara pyrraður að hann fari ekki að taka hotspinnu sko, að það er bestur í því. Þú veist, hann er ekki bestur í því en þú veist, mér finnst það að vera bestur í því. Já, en þetta þarf þú að passa þig. Ég veit það, þessna passa ég mig. Þú setur líka svona pressu á Elmar að þú skulir vera alltaf að öskra Elmar og eitthvað svona. Ég reyndar ekkert, ég segi bara KR og áfram KR og svo hef ég líka rósað öðrum í liðinu, skilur við. Þannig að, nei. En hefur maður lastað barni? Af því ég var sko minningu af mér á SO-mótinu sem hétt á SO-mótið þar sem að ég er inn á í D2 og það var sko foreldri að öskra á þjálfarann minn að taka mig út af. Það er nú ekki gott. Taktu drengin út af! Svo segir hann eitthvað svona ég sé ömulugur skilur og ég var ömulugur skilur, ég var bara ekki nógu góður. En þetta er svo sterk minning af þessum, ég veit með þess að hvað foreldri þetta er sko, gleymið aldrei sko. Það er ekki fallet. Ég ætla ekki að lasta þessa mannsku. Nei, og ég hef hitt þetta foreldri eftir á eðustbra, ég kannast við þennan mann, þetta var maður. Já. Og ég gæti nafngreint hann sko. Já. En ég ætla ekki að gera það. Nei. En bara myndir einhvern tímann að gera þetta? Nei, aldrei. Myndir öskra inn á KR-völl takið þennan dreng út af. Nei, ég myndi frekar labba til þjálfara og svo, heyru, er ekki til að taka hann út af? Svo lélegur. Já, þjálfarnir eru oft bara einhverjum svona unglingskrakkar sem ráða ekkert við aðstæður og eru bara eitthvað svona að gera eitthvað. En ég var alveg sko, ég var mjög heitur í síðasta leiknum sko að því að við vorum að mæta, það var barnið hans hérna Sölva í Víking. Var að keppa. Þjálfara? Já. Og KR nýbúið að tapa fyrir Víking á Víkingsvöllum. Ég var svona ennþá bara blóðtönunum bara, eru strákar rólegur, vinna Víking hérna við töpuðum fyrir þeim 2-0. Sagðu þetta við hópinn? Já, við 2 stráka, Elmar og Anna vinnars. 6 ára krakk? Já, viðbröðum frá þeim voru líka bara hvað, töpuðu hvað? Við vorum bara að gleyma KR Víkingur sko. Já, ég var bara þjálfar nérna að vinna þetta. Þetta er börn að leika sér. Ég veit það, en já, ég þarna stoppaði mig samt af, ég var bara svona nei, áfram bara, gerum þetta vel. Já, áfram KR. En varstu leiður þegar KR tapaði fyrir Víking? Já, eðlilega. Já, ég er ekki sáttur sko. Já, en varstu það fór smá í taugarnar að þér, ég fann það þegar ég fagnaði markinu, fyrsta markinu. Já. Því finnst ég ekki vera svona fótboltagaur og nýfarinn að halda mig eða svona fylgjast með. Já, ég hef aldrei séð þig jessa yfir einhverju marki, skilur. Jú, landsliðsmarki og svona. Það er meira svona stemningun allir saman eitthvað, en bara við erum 2 að horfa á sjónvarp. Já. Og það er Víkingur KR og þeir skora og þú yes! Og stendur upp það svona. Já, það fór til þetta þess. Því að það var úr karakter. Já, en ég er svolítið að elda stemminguna bara. Já, og svo ber ég bara virðingu fyrir því líka, skilur. Já. Mér finnst það bara allt í lagi og mér finnst gaman að fótbolta áhugið þinn er að aukast og þá. Mér finnst það líka eins og með þetta HM, sko. Mér finnst svo gaman að hafa eitthvað svona ívent í gangi. Ég hitti til dæmis Hjálmar í gær, Hvítins Hjálmar Örn Jóhannsson. Já. Þessi sænski vinnu minn sem er búin að búa í Svíþjóð í 10 ár. Já.
hann ekki kannast svo við þennan gaur, hver þetta? Hann vissi ekkert hver Hjálmar var. Nei. Ég þetta sín honum Hjálmar á Instagram og hann já þessi, hann er sniður. En Hjálmar var að segja mig það, hann er ekki búin að missa, hann er búin að missa af einum leik á HM. Hann á sko 6 börnuð eitthvað. Hann horfir líka á leikina bara sem eru miðanótt sko. Það er alveg metnaður. Já, og svo er hann bara að dorma yfir leiknum hann að kljóðan 11, bara pína sig í gegn, að því nú finnst það svo ógeðslega gaman og ég er svo gaman að því hvað Hjálmari finnst þetta gaman. Það smitast einhvern veginn yfir á mig, hann hitti með hann í gær stemningsmaður. Bara finnst þetta ekki gaman að sjá leikinn en það England Króatía svaka leikir og ég er jú, það er rétt hjá þér, það er svaka leikir. En það sem ég hef meira gaman af er bara stemmingin í kringum með að koma á hverfistæðin að fullta fólki hitta Tomma, fá mér eitt kaldan túli, spjalla smá, hlæja. Eitthvað svona, svo líður á mótið og en hann var að segja mér að þetta klárast ekki fyrir bara það er langt í að það klárist miðan júlí kannski. Þetta er mjög langt mót. Það er svo mörglið og hann var að segja mér líka þessi sami vinnu minna íslenski boltinn klárast í október. Já, það var líka þannig fyrra. Okkur, ég á minningu að mér Víkingur vinnur og það er bara svona sumarveður og maður er bara eitthvað á bolnum og hlaupum. Var það í október? Nei, þetta hefur breyst með gervigrösunum og þetta er búið aðeins búið að breytast. Ég er bara að tala bara í fyrra, það er bara minnin ár síðan. Já, það hefur verið október, já, september, lok, október, byrjun, já. Vá. Það hefur bara slísast til að vera gott viður, sko. En manstu ekki þegar maður var yngri og maður var til dæmis bara á þjóðhátíð og það var svona seinasti sumardagurinn, var það? Það er svona sterk minning. Jú. Svo fara skólanir að byrja og þá bara orðið kalt. Það voru bara einhverjir ruglukallar sem voru að tjalda seint í ágúst. En nú er þetta búið að breytast. Nú er sumarið einhvern veginn fram í september. Já. Þannig við getum tjaldað bara í allt sumar. Já. Bara fram að jól. Og veturnir eru farin að styttast. Þeir eru ekki eins harðir heldur. Breytast bara. Já, styttast. Ég meina, er það ekki? Ég meina, sér Norðurlandið eins og Akureyri og svona allt kafi snjó. Ha. Já. Kafi snjó á Akureyri. Já, það er samt búið að styttast, skilur. Alveg svo bara Hlíðarfjallið var örugglega opið lengur í gamla daga. Lengur svona og fyrr. Já, getur verið sko. Herru, við þakkum fyrir okkur í dag. Við heyrumst aftur vonandi bara þegar við erum í útilegu. En ég byrst afsökunar á því að Gunnar Sigurðarsson átti að vera í dag en hann forfallaðist. Þannig að hann verður líklega í þætti. Ef ekki að bjóðunum bara í útilegu. Hann þarf ekki að gista, bara kemur. Hann nennir því ekki, sko. Hvað nennir því alveg? Nei. Hvað nennir hann því ekki? Ég veit ekki, ég bara hef á tilfinningu að hann nennir því ekki. Verið sæl.